Ég talaði á síðasta sunnudag að við gætum verið nýsköpun í Kristi og með þessi nýja sköpun, það eru margir sem misskilja það með nýju sköpunina. Þeir halda að Guð sé að búa til eitthvað, gera upp gamla bílinn þinn eða eitthvað svoleiðis, en ég er búinn að finna það út að þegar við setjum járn í bræðslu, þá er allt brætt upp og þú hefur ekki hugmynd hvaða klumpur þetta er eða hvað þetta var. Þetta er bara járn sem er búið að bræða upp. Og þegar að Guð, hann gefur þér nýja sköpun, eða þegar Guð gerir einhvern nýjan, þá segir að hið gamla varð að engu. Hið gamla varð að engu. Amen. Og hvað er ekkert? Það er ekkert. Þannig að nýja sköpunin, hún hefur aldrei dottið í það. Nýja sköpunin hefur aldrei reykt. Nýja sköpunin hefur aldrei dríkt hór. Nýja sköpunin hefur aldrei stólið. Nýja sköpunin veit ekki hvað áfengi er. Aldrei smakkað áfengi. Sjáðu til þar sem við ætlum að gera næst. Við ætlum að grafa gamla mannin. Það er skýrt. Amen. Við ætlum ekki að vera að labba með hann og segja hann sé í bata eða segja hann sé að gera þetta eða segja hann sé hitt. Það er komin ný sköpun. Come on. Það er komin ný sköpun. Ný sköpun. Aldrei smakkaða. Aldrei farið á ball, aldrei gert neitt rangt. Þetta er nýtt barn. Haldið að litla barnið ykkar hafi gert eitthvað rangt? Nei. Litla barnið er saklaust. Nýja sköpunin sem Guð gerir úr okkur, hún er saklaus, hún er ný, hún er endurfædd ný sköpun. Hið gamla varð að engu. Amen. Hið gamla var það engu. Það skiptir máli hvernig við ölum upp nýtt barn. Það skiptir máli hvað við gefum því. Það skiptir máli hvað barnið gerir þegar tímar líða fram. Þetta töluðum við síðasta sunnudag. Í dag ætlum við að tala skírn. Amen. Og við vorum aðeins að fara yfir skírn í gærmorgun og við fundum það út að það var skýrt þar sem var vatn. Við fundum það út að skírnin þýddi það að fara undir. Og í Matteus 20. og 8. kafla þá segir: Farið því og gjörið alla þjóðir, 19. vers, að lærisveinum og skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Kennið þeim að halda allt það sem ég boðið yður. Farið og skýrið alla þjóðir, gjörið þá að lærisveinum og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Í Markús 16, þar er líka annað vers skírnina og þar er sagt: Sá sem trúir og skýrist mun hólpinn verða, en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. Og mig langar aðeins að stoppa við þetta orð hólpinn, af því að oft á tíðum, ég trúi því að þetta orð hólpinn hefur tvíþætta merkingu. Þegar við hugsum að vera hólpinn, já, ég komin til himinsins, nú allt búið, það búið að bjarga mér, ég komin inn í himinin og eilífarlífið byrjað. En þegar þú flettir upp orðinu hólpinn í Strong Concordance, að þá sérðu að það hefur ákveðna meiningu og merkingu sem á ekki við himinin nema að vissu leyti. Og orðið þýðir að vera læknaður. Það þýðir að vera leystur. Það þýðir að vera frelsaður. Það þýðir að vera verndaður. Það þýðir að vera gerður heill. Það þýðir að
vera varinn. Það þýðir að vera geymdur. Og auðvitað getum við sagt að allt þetta eigi við himinin, en þetta á líka við jörðina, að þegar við komum inn í Guðs ríkið, þá erum við læknuð. Hann bar sjúkdóm okkar. Við erum leyst frá öllu sem batt okkur. Við erum frelsuð og við erum vernduð. Og málið það að við erum gerð heil og við erum varin. Og þess vegna tökum við skírn, af því að sá sem trúir og verður skírður mun hólpinn verða. Hvað þýðir þetta? Það þýðir það að þú ert búin að merkja þig Guði. Og ef við fáum upp PowerPoint glæruna mína, að þá segir, og nú tek ég þetta kannski ekki allt í réttri röð, það segir að skírn, hún hlýðni í fyrsta lagi. Hún greftrun og upprisa, hún játning og hún fyrirheit heilagan anda. Obedience, burial and resurrection, confession, promise for the Holy Spirit. Þannig að ástæðan fyrir að við viljum taka skírn að við fáum að koma inn í þessa vernd. Sjáu þið. Og af hverju komum við inn í þessa vernd? Jú, af því að nú erum við merkt Guði. Sjáu þið hérna, ég merktur konunni minni, ég sáttmálamaður og hún sáttmálakona. Eftir að ég tek skírnina, þá ég umskorinn í hjarta, segir Biblían, og ég merktur Guði. Þetta þýðir það að hið illa veit að ég tilheyri Guði og það hefur ekki aðgang að mínu lífi. Og á þennan hátt erum við að setja okkur með því að vera skírðir, að þá erum við að setja okkur undir vernd Guðs. Ég á rétt á lækningu alltaf, ég á rétt á því að Guð, hann alltaf mæti mínum þörfum, ég á rétt á því að Guð, hann varveiti mig, geymi mig, leysi mig, af því að ég sáttmála maður hans. Þannig að eitt af þessum táknum fyrir skírn, og nú byrja ég inn í miðju, að skírnin sáttmála tákn. Hún sáttmála tákn. Og hvað þýðir að vera í sáttmála? Það þýðir að þegar ég gifti mig, ég man alltaf að Samúel hérna forstöðumaður hann sagði, Kitty, hún á nýjan bíl, hún á íbúð. Þú ert að giftast inn í ríkidæmi. Já, ég var ekki vitlaus. Ég náði mér í eina með öllu og það sem þú ert að gera þegar þú gengur í sáttmála við Guð, að þú ert að ganga í sáttmála við þann sem á allt. Hann á allan himinin. Hann á allt, hann skapaði allt. Þannig að allt sem hann á tilheyrir nú þér. Þú verður erfingi Guðs. Þú ert samerfingi með Jesú Kristi, segir Biblían. Þú ert samerfingi með Jesú Kristi. Halleluja. Þannig að skírnin þýðir það að þú gengur í sáttmála. Og ég skil ekki fólk sem segir, ok, það skiptir engu máli. Ég bara elska Jesú, ég í sambúð. Ég í sambúð með Jesú. Nei, þú ert ekki í sambúð, annarkvort ertu giftur honum, annarkvort ertu í sáttmála með honum eða ekki. Af hverju? Jú, af því að hann vill hafa það svona. Það hann sem setur mörkin, ekki við. Hann setur mörkin, ekki við. Hann leggur línurnar, ekki við. Þegar þú eignast barn, þá setur það í svona lítið oft litla vöggu eða lítið svona litla girðingu svo að þú getur farið að baka eða ryksu eða gera eitthvað af hverju, svo að barni fari sér ekki að voða á meðan. Og Guð setur okkur mörk til þess að vernda okkur, til þess að varveita okkur, til þess að við getum lifað áhyggjulausu lífi. Og það hann sem setur mörkin, alveg svo pabbi og mamma setja mörkin. En þegar þú átt pabba og mömmu, þá áttu allt með þeim. Amen. Ég við pabba. Hann gaf mér allt.
Og ef að ég fell frá, að þá við konan mín allt. Og veistu að Jesús dáinn fyrir þig og þú þér allt. Þú eignaðist allt með honum. Það að segja ef þú vilt taka við því. Ef þú vilt játa hann sem frelsara og drottin í þínu lífi. Þannig að skírnin játning, hún sáttmálatákn og hún játning. Amen. Hún sáttmálatákn og hún játning. Þegar einhver skírður, þá og illu andarnir koma og djöfullinn kemur, heyrðu, við komum ekki nálægt þessum. Þetta sáttmálamaður Guðs. En ef það einhver sem segist tilheyra Jesú og hann neitar að taka skírn, hann neitar að hlýða boði Guðs, þá segir Biblían, gefi djöflinum ekkert færi, þá hefur djöfullinn faktist rétt á að koma inn í líf þitt af því að þú ert í óhlýðni við Guð. Þú ert í óhlýðni við Guð. Þannig að það skiptir máli að hlýða Guði. Fyrsta skrefið hlýðni. Fyrsta skrefið hlýðni. Að ég tek skírn bara því ég vil hlýða Guði. Hann veit betur en ég ætla að hlýða honum. Og veitir það að hlýða Guði, það eitthvað sem honum líkar betur heldur en að við færum honum fórn. Þessu komst Sál konungur að. Það segir í fyrri Samúelsbók 15:22, ég þurfi ekki að fletta þangað, að hlýðni betri en fórn. Hlýðni betri en fórn. Og það margir sem vilja nota gjafir Guðs á þess að hlýða honum. Sumir segja, ok, Guð hefur gefið mér, lækningagjöf, spádómsgjöf og ég get bara, nú get ég læknað og nú get ég gert allt sem ég vill og ég hlýt að vera allt í lagi fyrst að Guð hefur gefið mér þessar gjafir. Ég þarf ekki að hlýða orðinu, ég get gert svona það sem ég vill. Nei, hlýðni betri en fórn. Sjáðu, það mjög furðulegt að vilja þjóna Guði án þess að hlýða orðans, án þess að hafa hann sem drottin. Og þess vegna að taka skírn, þó við höfum ekki hugmyndum til hvers það bara því að Guð sagði það nóg, ég ætla að hlýða honum. Pabbi segir það og þess vegna geri ég það. Mamma segir það, þess vegna geri ég það. Af því að pabbi veit betur en ég. Þannig að hlýðni alltaf betri en fórn. Og hver vill ráða fólk í vinnu sem ætlar að vinna á eigin forsendum? Vil ég hafa fólk í vinnu sem segir, heyrðu, ég kem þegar mér sýnist og það kemur í vinnuna og þú segir, heyrðu, það þarf að mála hennar vegg þarna. Ég held í ryksugi heldur. Sumir kristnir svona. Þeir segja, orðið mjög skýrt og Guð búinn að segja þeim hvað eiga að gera í orðinu. Þeir segja, ég held ég bara geri bara svona eins og mér finnst, I have a feeling. Það var svona söngur, I have a feeling. Nei, við eigum að gera eins og Guð segir okkur. Orðið okkar leiðbeining. Og ég hef lært þetta í vinnunni, að þegar við erum að vinna, ég hef svo oft sagt ykkur að þegar við erum að vinna í rafmagni einhverju svona, að þá þýðir ekkert að segja I have a feeling. Já, þú getur fengið feeling og fengið straum, ef þú vilt fá þannig feeling, en sjáðu til, ef þú ætlar að bílana greina, þá ferðu alltaf í manúalinn, þú ferðu alltaf í handbókina, þar teikningin, þar sérðu allt. I have a feeling, þetta var svona síðast. Nei, þú ferðu aftur í manúalinn, Manúalinn manúalinn, þú getur haft þína feeling. Og þess vegna það við hlýðum orði Guðs og kannski líður illa þegar þú búin að hlýða orði Guðs. Ég man það eftir að ég ákvað að hlýða orði Guðs og frelsast og bara fylgja Jesú Kristi, þá leið mér ekkert vel, ég var bara tómur að innan, eins og tóm tunna. Og ég var að hugsa þetta, hvað þetta bara, virkar þetta ekki? Svo fyrir ég að lesa Biblíuna, svo fyrir ég að tala við annan kristimann og hann sagði, Kristinn, þú átt bara að játa og þá koma tilfinningarnar. Þú átt bara að játa að Jesús drottinn í þínu lífi og þá finnur hann. Og ég fór að gera það. Ég játaði Jesú fyrir vinum mínum og ég játaði Jesú bara með sjálfum mér og allt í hennu byrjaði
tilfinningaflæðið að koma. Nú fann ég að Guð og heilagur andi var með mér. En ég varð að fá upplýsingarnar í manúalnum. Amen. Þannig að það skiptir máli að hlýða. Ekki bara að segja I have a feeling. Ég hef tilfinningu, fyrirgefið að ég skýt svona á þetta íslensk kirkja. En ég predika svo mikið í Kenía, ég bara skýli mér á bak við það. Það hlýðni, það greftrun og það upprisa. Skírnin greftrun og hún upprisa. Ok, nú ég orðin nýr maður og gamli maðurinn, hann hangir utan í mér. Og hann rotinn, hann vond lykt að honum. Og nú hef ég val. Það sem ég ætla að gera að ég ætla að taka gamla mannin, aðskilja hann frá lífi mínu og ég ætla að kaupa mig kistu og ég ætla að setja líkið í kistuna, ég ætla að setja lok yfir og ég ætla að grafa þennan ófögnuð. Hann var aldrei góður við mig hvort var og mér líkaði ekki við hann og nú ætla ég að grafa hann. Halleluja. Og þetta ein tákmynd upp á skírnina að við förum með líkið og við setjum það hérna undir vatnið og síðan komum við upp, nýji maðurinn, við skiljum gamla eftir niðri. Hann grafinn. Amen. Hann grafinn. Hann grafinn. Það til grafarræningjar sem grafa upp grafir, jú, og hleypa út svona, hvað köllum við það? En sjáðu til og djöfullinn reynir allt sem hann gerir til að grafa þig upp og ergja þig. En ef að þú gerir þetta í trú, þetta spurning trú, það sem ég að tala líka táknrænar merkingar ef að þú trúir Guði og þetta eru þær teikningar sem Guð hefur gefið okkur og ef að þú framgengur í trú að þá virkar þetta. Þetta virkar. Og við vorum að tala það í gærmorgun í kennslubókin okkar að þá þegar við sem sagt við skulum fara hérna í Rómverjabréfið 7. kafla og lesa vers 4 Romans 6:4 Rómverjabréfið 6:4 að það var eitt vinnufélagi minn að segja um mig, það var einhver sem var svo æstur upp í vinnundaginn og það var eitthvað út af pólitík og ég sagði svona við að ég skil ekki hvernig hægt að vera æstur út af svona löguðu. Já, við setjum þig bara í pontu, þá eru þú æstur, sagði hann. Þannig að, já, maður verður alltaf spenntur þegar Guðs andi byrjar að starfa, þegar við sjáum hvað Guð hefur gert fyrir okkur. Í 4. versinu segir, við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Við erum dánir með honum í skírninni og greftraðir með honum til að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Og kennslubókin okkar sagði okkur í gær að við samsömum okkur Jesú Kristi. Og ég var að segja við strákana, vitið þið hvað að samsama? Og, nei, góð líking Volvoin í auglýsingunni. Það koma 2 Volvo bílar hvítir og svo koma þeir og renna saman í einn og keyra áfram. Þannig rísum við upp með Kristi og þannig, ef þið láti myndina bakka, þannig fórum við líka niður með Kristi og vorum krossfest með honum. Þannig að við erum eitt með Kristi. Að þegar Jesús Kristur var krossfestur, að þá hann að segja að þegar að þú tekur skírnina, þá segir hann blúpp, nú tek ég þig með á krossin. Nú ertu innifalinn í krossinum. Þegar að þú tekur þessa skírn, þá þýðir það að þú varst krossfestur. Það eru til myndir sem segir in the future og
Þetta mynd sem virkar öfugt, hún in the past, 2000 year in the past. Leið og þú tekur skírnina, þá ferð þú 2000 ára aftur í tíman, ert neldur á krossin með Jesú Kristi, hið gamla varð að engu. Og sjá, nýtt orðið til, þú rýst upp til að lifa nýju lífi með honum. Amen. Og skírnin á sér fyrirmynd. Og það í 1. Pétursbréfi, 3. kafla, skírnin á sér fyrirmynd, an example, eða fyrirmynd, eitthvað sem já, example. Og það gerðist líka fyrir 5-6 þúsund árum þegar örkin hans Nóa var byggð. Doris? 4? Nei, 4, ok. Segjum 4 einhver staðar, 4, 5. Og þá það að Guð, hann sagði að mennirnir væru vondir. Og Guð, hann var hryggur yfir því hann hefði skapað þessa vondu menn. Og hann sagði, ég ætla að láta vatnsflóð koma yfir jörðina. En allir sem vilja ekki farast, ég ætla að bjarga þeim. Þannig að hann sagði við mann sem hét Nói, smíða þú örk. Og þessi örk, hún á að vera svona eins og, hún vísa fram til þess tíma að Jesús Kristus sonur minn, hann kemur. Örkin táknmynd upp á Jesús son minn. Og hann segir, Nói, segðu öllum að það komi flóð, og allir sem vilja, þeir megi koma inn í örkina, það þarf enginn að glatast. Og Nói predikar þetta í 100 ár. Og það hlegið að hann. Menn hlæja og hlæja og hlæja og hlæja. En Guð, ég meina, hann samt þó að mennirnir væri svona vondir, að þá ákvaðan að hann vildi samt gefa þeim tækifæri. Það Guð. En þeir héldu áfram að vera vondir. Og Nói, hann predikaði og mennirnir héldu áfram að vera vondir. Svo kom flóðið. Nói fór inn í örkina og hann tók fjölskyldu sína með og hann tók dýrin með og svo flóð það rigndi í hvað, Doris? 40 daga, 40 nætur. Og sagan segir að eftir ákveðin tíma, við skulum bara hafa það þannig, þá slotaði flóðinu og örkin nam staðar á fjalli sem hét Ararat. Og Ararat, það þýðir heilög jörð. Ararat þýðir bölvuninni aflétt. Ararat fjallir í Tyrklandi í dag. Ararat, örkin nam staðar, þannig að á þessu fjalli og svo rénaði flóðið, Nói kom undir örkinni, en nú var Nói komin á nýja jörð sem var heilög jörð, bölvunin var farin og Nói var að byrja að lifa nýju lífi í nýjum heimi og sem sagt gamla lífið hans var undir vatni. Allt þetta illa gamla var undir vatninu. Og svo segir í Pétursbréfinu, 3. kafla, 21. versi, að með þessu skírnin fyrirmynduð. Og hvað fyrirmynd? Jú, það módel. Við höfum fyrirsætur, fyrirmyndir. Það módel, svo málar málarinn. Þannig að hérna módelið af skírninni. Við skulum lesa vers 20-21. Þeir höfðu óhlýðnast fyrrum þegar Guð sýndi langlindi og beið á dögum Nóa meðan örkin var í smíðum. Í henni frelsuðust fáeinar, það 8 sálir í vatni. Með því var skírnin fyrirmynduð, sem nú frelsar yður, hún sem ekki hreinsun óhreininda á líkamanum, heldur bæn til Guðs góða samvisku fyrir upprissu Jesú Krists. Amen. Með því var skírnin fyrirmynduð. Með því var skírnin fyrirmynduð. Hún segir hérna, enska biblían, baptism which corresponds to this. Corresponds to this. Hvað fyrir þetta? Módel, já. Þannig að þetta módelið fyrir skírnina. Það Nóaflóðið og sem sagt, það nýr heimur, nýtt líf. Jesús kom og sagði, gjörið yður, Guðs ríki í
nánd, halleluja. Þannig að nú getum við komið inn í Guðs ríkið og við komum inn í Guðs ríkið með því að deyja okkur sjálfum og lífa Kristi Jesú. Og meira en það, við gröfum líkið og við lífum Kristi Jesú. Ok, síðan síðasta ritningin að hún fyrirheit heilagan anda. Og við skulum lesa Matteus 3:15. Og Jesús, hann var skírður af Jóhannes í ánni Jórdan og þar kemur líka fyrirmynd að við eigum að gera eins og hann gerði. Jóhannes vildi ekki skíra hann. Ef við förum í Matteus 3 og við skulum lesa frá 13. versi. Þá kemur Jesú frá Galileu að Jórdan til Jóhannesar að taka skýrt hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði, mér þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði, lát það nú eftir. Þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Og hann lét það eftir honum. En þegar að Jesús hafði verið skírður, stíg hann jafnskjótt upp úr vatninu, þá opnuðust himnarnir, hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu koma yfir sig. Og rödd kom af himnum og sagði, þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Þannig við sjáum að þegar hann var skírður, þá kom heilagur andi. Þá kom heilagur andi. Postulasagan 2:38 segir okkur að þegar Pétur predikaði og gyðingarnir spurðu hvað eigum við að gera, þá segir Pétur í versi 38, Postulasagan 2:38, Acts 2:38, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krist til fyrirgefninga synda yðar, þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Þér munu öðlast að gjöf heilagan anda. Þannig að við eigum þetta fyrirheiti, ef við tökum skírn, þá kemur heilagur andi á sérstakan hátt inn í líf okkar. Og í Gamla testamentinu, þá fyrirmynd af þessu líka, að þegar Ísraelsmenn, þeir fóru yfir Rauðahafið, að þá voru egypski herinn var á eftir þeim og hafið klofnaði, Egyptar kom á eftir þeim út í hafið og Ísraelsmenn voru alveg meir en lítið hræddir. En það sem Guð gerði þá, hann gerði aðskilnað milli Ísraelsmann og Egypta, hann kom með skýstólpa sem alveg hnyklaðist upp fyrir framan Egypta og það var myrkur, þeir sá bara myrkur, en Ísraelsmegin að þá var skýstólpin eldur. Þannig að Ísraelsmenn voru í birtu og síðan var það að þegar þeir fóru að ganga í eyðimörkinni, þá var þessi skýstólpi alltaf yfir þeim og Guð sagði við þá, þegar að skýstólpin nemur staðar, þá eigið þið að nema staðar og tjalda og dvelja þar. Þegar skýstólpin tekur sig upp, þá eigið þið að fara af stað. Ef þeir þurftu að ferðast á nóttunni, þá breytti skýstólpin í eldstólpa. Þannig að þegar nóttin var, að þá var skýstólpin eldstólpi. Og þetta þýddi það að þeir áttu alltaf að vera undir skýinu eða eldinum sem fyrirmynd upp á heilagan anda sem Guð gefur þér þegar þú tekur skírn til að leiða þig í þínu lífi. Amen. Þannig að hann verndaði, hann varveitiði, við komum aftur að því, þú munt hólpin verða og hólpin ganga af því að skýstólpin, eldstólpin yfir þér og með þér alla daga. Og stundum hafa menn séð þetta ský, þetta dýrðaský. Stundum hafa menn jafnvel séð þennan eldstólpa en vanalega sjáum við það ekki vegna þess að heilagur andi, hann ósýnilegur en við finnum hann. Og vitið það að heilagur andi, að þegar þú ert með eitthvað farin að efast og þegar að þér finnst ganga illa, þá bendir hann þér alltaf á manúalinn. Hann bendir alltaf á manúalinn. Ef það eitthvað bílað, þá segir hann, heyrðu, þú getur fundið hérna í manúalnum hvað þú átt að gera. Amen. Sumir eru með bílalíf af því að þeir vilja ekki fyrirgefa.
Og það alveg bara yfir allan manúalinn að það á að fyrirgefa. Og þá lagast allt. Vélinn fyrir í gang aftur. Og hjólinn fara að snúast. Einfalt mál. Þess vegna skírnin, hún hlýðni, hún greftrun og upprisa, hún sáttmálatákn og hún játning. Og hún gefur okkur fyrirheit heilagan anda. Amen. Það gerist ekki mikið betra. Ég held ég taki skírn aftur bara. Halleluja. Amen.